þá fer síðari hálfleikur að hefjast hér í Grafarvoginum. Þar sem Þróttarar eru 45 mínútum frá því að komast í Pepsi-deild kvenna. Hafa yfir hér 1-0 og samtals 3-1 í leikjunum tveimur, þar sem er unnu fyrir leikinn í Laugardal með 2 mörkum gegn 1 og eru í mjög góðri stöðu nú í hinum leiknum. Þar eru KR-ingar komnir yfir gegn HK Víkingi. Þar skoraði Margrét María Hólmarsdóttir fyrir KR á 41. mínútu og KR-ingar í fínum málum þar, en reyndar þurfa þá þarf HK Víkingur ekki nema að skora 1 mark til þess að gjörbreyta öllu, því að ef leikurinn þar færi 1-1 þá færi HK Víkingur áfram á marki skorað á útivelli, þannig að það má ekkert út að bera hjá KR-ingum í seinni hálfleik, en það eru þó yfir 1-0 fyrir leikurinn fór 0-0, þannig að það er nú auðvelt reiknistæmi að sjá hvernig staðan er þar. En hér er það Margrét Ingþórsdóttir, markvörður Þróttar með markspyrnu, og Margrét búin að eiga fína leik, ekki þurft svo sem að taka mikið á, en hefur verið örugg í sínum aðgerðum og er stór og stæðileg og eins og markverðir þurfa nú helst að vera. Og hér er það Fjölnisstelpur, Ásta Sigrún með sendinguna fram, en Þróttar að koma þessu frá, og fyrir liðin Kristrún Rós kemur boltanum fram á Sunnu Rutt. Sunna heldur boltanum vel og þá er það markaskorarinn Harpa Lind Guðnadóttir, og síðan Sunna Rutt missir boltan út af, og Fjölnisstelpur búin að taka innkastið og fá hér annað. Og þá er það Ester Rós Arnarsdóttir, nær að snúa, er sterk og setur á fulla ferð og fær hornið. Já, vel gert hjá Ester Rós, og þær vita það Fjölnisstelpur, þær verða bara að keyra á fullum krafti. Þær þurfa að vinna upp 2 marka fórustu til þess að knýja fram framlengingu hér. Þurfa að skora 3 mörk til þess að vinna samanlagt. Hér kemur hornið og það er Ester Rós í baráttunni, en vel gert hjá það var Kristrún Rós sem að tók boltan að henni, og síðan löng sending fram, en Elvírud Búadóttir er ekki uppmálað þarna í öftustu vílinu hjá Fjölni. Gerði það eina rökrétta í stöðinu, kom bara boltanum frá út af, og þá er það Sunna Rutt Ragnars í baráttunni, en boltinn út af. Þá Helena Jónsdóttir, markvörður Fjölnis. Nei, ekki góð markspyrna hjá henni, og það er Sunna Rutt sem nær að taka boltan niður, en er síðan bara umkringt, og Teresa Bergmann kemur boltanum frá henni. Teresa síðan með misheppnaðan skalla, og boltinn hérna inn fyrir, og þetta er dauðafæri, og hérna frábær markvarsla hjá Helenu Jónsdóttur. Harpa Lind Guðnadóttir sem skoraði markið í fyrri hálfleik. Hún komst bara í svipaða stöðu núna, og ég
hálfpartinn sá þennan inni en Helena Jónsdóttir með flotta markvörslu sló boltan framhjá og bjargaði sínu liði heldur betur. En Harpa Lind með hornið og þessir aftur fyrir. Já, slæsaði þennan bara aftur fyrir og það er markspyrna. Rennur hana, það er erfitt fyrir hann að sparka á móti vindinum. Það gengur illa að koma boltanum almennilega frá og þetta skot svo sem ekki merkilegt. Það var Anna Birna Þorvarðardóttir með það. En já, Fjölnistelpun og þær að búa eitthvað til. Já, vel gert hjá Hrefnu Láru Sigurðardóttur. Nett þarna, fær innkastið og þá Lovísa Mjöll og reynir að koma boltanum fram og Ester gengur ekki. En hér fær Ester boltan, Ester Rós og nær ekki að snúa. Fín vörn hjá Þrótturum. Þróttar að vinna boltan hér og þetta er aukaspyrna og ætti nú að vera gult. Hefði ég haldið en hún sleppur við það, hún Teresa Bergman. Kemur aukaspyrna bara á markið og beint í fangið á Helenu Jónsdóttur. Helena mjög örugg í markinu hjá Fjölni. Hér er það Íris Ósk fyrir liði í smá vandræðum en leikur tilbaka á Helenu. Og þetta var nú skemmtilega gert. Já, Unnu Margréti Árnadóttur vann þarna innkastið. Ja, og það er Ester Rós. Hvert ætlar hún? Nei, nær ekki að komast þarna fram hjá Bergrósi Lilju. Þetta var fín vörn hjá henni. Bergrós sterk í vörninni hjá Þrótturum. Skemmtileg tilþrif þarna og Þróttar að reyna að koma sunnar út. Nei, nær ekki að koma boltanum á samherja og síðan er það Íris Ósk sem tekur boltan niður og kemur honum fram á Erlu Dögg en hún nær ekki tökum á boltanum og hverjir hafa betur hér? Það eru Þróttarar, Eva Bergrín með sendinguna fram á Sunnu Rudd en þarna var Teresa sterk í vörninni. Una Margrét með innkastið og Fjölnistelpur koma boltanum frá og finna mér sér Ester Rós. Vel gert hjá henni og Ester stingur boltanum upp í hornið en þarna er sem fyrr Bergrós Lilja mætt. Hún er grimmsterk þarna í vörninni og það er skipting í vændum, tvöföld skipting hjá Fjölni. Inn á koma Stella Þóra Jóhannesdóttir númer 11 og Tinna Þorsteinsdóttir númer 17 og Erla Dögg Aðarsteinsdóttir fer út af
númer 6 og líka Teresa Berman. Og 13 Teresa M. Berman. Og inn á koma leikmenn númer 11 Stella Þóra Jóhannesdóttir og 17 Tinna Þorsteinsdóttir. Erla Dögg byrjaði leikinn býsna spræk framan af en hefur síðan dregið af henni, þannig að sjálfsagt að skipta henni út af og hér er það strax Stella Þóra nýkomin inn á og þetta er horn sem Fjölnir á. Já, nú á að blása til sóknar. Taka hornið stutt og glæsilegur skalli og fín markvarsla. Margrét Ingþórsdóttir, markvörður, gerði þetta vel og gott að það var ekki Tinna Þorsteinsdóttir nýkomin inn á sem átti þennan skalla. En annað horn og boltinn fær að skoppa þarna í teignum, stórhættulegt. En það kom að þessu frá og eftir liggur Kristrún Rós Rúnarsdóttir fyrir liði. Fjölnir sem fengið hérna högg á höfuði. Nei, hristir þetta af sér. Sér enga ástæðu til að láta huga það sér. En Guðmundur dómari segir að það þurfi að skoða hana hárétt. Ef að leikmenn verða fyrir höfuðhöggi þá þarf aðeins að tékka á þeim. Má ekki vanmeta þau meiðsli. Já, það líka hugaði inn við Þróttaranum. Það skölluðu saman þannig. Það báðar hér leyfi til að koma inn á og ekkert dæmt hérna, sóknin heldur áfram. Hrefna Lára með sendinguna hér fram á Ester Rós. Ester komin upp að endamörkum, leggur boltan út í tegin og þetta er laglega gert bolskotið framhjá. Já. Tinna Þorsteinsdóttir mætt þarna í teignum og setti boltan framhjá. Þetta var fín sókn hjá Fjölnisstelpum. Já, Tinna aftur. Já, búin að vera stórhættuleg þessi stuttu stund sem hún hefur verið inn á og hér verða Fjölnisstelpur, nei Þróttarar segi að hreinsa út af. Bergrós Lilja sem gerir það og þá Elví Rut Búadóttir með innkastið, kastaði hérna upp í hornið og já, Kristrún Rós vinnur boltan, nei segi ég Íris Ósk vinnur boltan. Þá er það Eyrún Kristín Eyjólfsdóttir með langa sendingu fram. En jú, Hrefna Lára vinnur boltan og vildi síðan fá hann aftur frá Ester Rós, gekk ekki og Þróttarar náðu þá að snúa. Fín sending upp á kantinn og það er Eva Bergrín. Vel gert hjá henni með sendinguna fyrir markið og nei, þarna Sunna Rut náði ekki að snúa almennilega
en frábær sprettur í Evu Bergrínu upp kantinn og góð sending fyrir markið og þarna hefðu Þróttarar geta bætt við marki. Þær eru stórhættulegar í skyndisóknum sínu Þróttarar og það er skipting í vændum. Það eru Þróttarar sem gera hér fyrstu breytinguna á sínu liði og já, það virðist enginn vilja að fara út af. Já, það er skipting hjá Fjölni líka. Það er þriðja og síðasta skipting í þeirra. Það er Kamila Einarsdóttir að koma inn á fyrir Hrefnu Láru Sigurðardóttur. Út af kemur leikmaður númer 21, Hrefna Lára Sigurðardóttir og inn á leikmaður númer 19, Kamila Einarsdóttir. Kamila 17 ára á þessu ári, það er nokkið hár aldurinn á þeim mörgum þessu stelpum og það er Fanney Þorbjörg Guðmundsdóttir sem ætlar að koma inn á hjá Þrótti sýnist mér. Og áfjölni stelpur og það er Kamila Einarsdóttir hérna í baráttunni en missir boltan út af. Og Ásta Sigrún skalla boltan út af og þá er það skiptingi hjá Þrótti. Og það er Fanney Þorbjörg Guðmundsdóttir sem kemur inn á fyrir Sesselju Líf Valgeirsdóttur. Út af kemur leikmaður númer 4, Sesselja Líf Valgeirsdóttir og inn á leikmaður númer 5, Fanney Þorbjörg Guðmundsdóttir. Innan við hálftíma eftir og staðan er óbreytt en þá þurfa Fjölnistelpur að skora 2 mörk til að koma sér í framlengingu og staðan í Vesturbænum er orðin 2-1 fyrir KR. Þar jafnaði Lídia Stojkanovic metinn fyrir HK Víking. Nei, bíðu nú við. Hvað gerist þarna eiginlega? Þetta er aukaspyrna, það er ekki dæmt mark. Fjölnistelpur fögnuðu eins og þær hefðu skorað. Þannig að ég náði ekki að sjá almennilega hvað það var sem gerðist en það er þjörmuðu eitthvað. Væntanlega þarna að Margréti Ingþórsdóttur markverði Þróttar og ja, þetta hefði nú orðið svolítið skemmtilegt. En ekki fyrir Þrótta í þessu. En sem sé Lídia Stojkanovic jafnaði í Vesturbænum og þar með voru HK Víkings stelpur komnar með frumkvæðið en Margrét María Hólmásdóttir skoraði síðan annað markið sitt aðeins 2 mínútum síðar og kom KR í 2-1 og hér fín sending inn á teiginn en of innarlega og það er Margrét Ingþórs öryggið uppmálað kemur og síðan neglir boltanum fram.
ekki hefur þetta verið mjög þægilegt, en Sunna Rut stendur þetta af sér og enn einu sinni þarf að stöðva leikinn vegna meiðsla. Þetta ætlar að vera svolítið langur leikur hérna í Grafarvoginum. Það þurfti að huga nokkuð oft að leikmönnum og núna er það Bergrós Lilja Jónsdóttir, kletturinn í vörninni hjá Þrótturum, sem þarf aðhlynninga við. Það er Tinna Þorsteinsdóttir sem kemur boltanum hérna út á kantinn og vel gert hjá Ester Rós með sendinguna fyrir markið og boltinn ofan á þverslána og skoppa síðan bara ofan á höfuðið á Kamilu, held ég að það hefði verið eina sem var komin þarna. Hún vissi ekkert hvar boltinn var, hann skoppaði bara eiginlega í hnakkan á henni þar sem hún hljópa, en þarna munaði litlu. Ester Rós með sendinguna hálfmisefnaðin ofan á þverslána og Ásta sér hún hérna í baráttunni, fær innkastið og Elví Rut fær boltan aftur og nær ekki að koma honum fyrir markið. Þá er það Eva Bergrín. Hún er lipur þessi 17 ára stelpa og fær hér aukaspyrnu og gult spjald á Kamilu Einars. Nú báða 17 ára þessar tvær. Vinna Margrét fyrir Þróttara og aftur með innkastið og þær eru bara komna hérna upp að vítateig, Þróttararnir. Una kastar inn í tegin en Fjölnistelpur koma þessu frá og það er Stella Þóra hérna í baráttunni og kemur boltanum fram og þetta er mikill sprettur og þarna ég ætla ekki að segja að Ester Rós hefði náð þessari sendingu, en þetta var brot á hana. Hún var rifin niður, hún ætlaði að fara í hlaupið. Algjör óþarfi hjá varnarmönnum Þróttar að gera það, en Fjölnistelpur reyna að sækja hér upp kantinn og Elví Rut með sendinguna þarna fram á Kamilu. Kamila vel gert hjá henni, en þetta er líka vel gert hjá Unu Margrétu og þá Eva Bergrín. Nei, sendingin ekki nógu góð. Og það er önnur skipting í vændum hjá Þrótturum. Margrét Björg Ástvaldsdóttir býr sig undir að koma inn á. Vel gert, Sunna Rut og reynir að ná þarna Önnu Birnu í hlaupinu, en það gengur ekki og Helena Jónsdóttir neglir boltanum fram en út af
og Þróttarar eiga innkastið og taka skiptinguna. Hvað er það? Eva Bergrín sem fer af velli. Allavega er það Þróttur gerir breyting á liði sínu. sem kemur inn á. Já, Út af Eva leikmaður Bergrín. númer 3, Ásta Eva Bergrín Ólafsdóttir. Og inn á leikmaður númer 16, Margrét Björg Ástvaldsdóttir. Margrét fer bara á kantinn þar sem Eva Bergrín lék. Og það fekk hana boltan í fyrsta sinn og kom honum tilbaka á Kristrúnu Rós. Og aftur Kristrún. Og ekkert dæmt hér. Já. Þarna Margrét Björg með sendinguna inn á teiginn og þarna reynaði litlu Harpa Lind náði að snúa sér en ekki að komast í skotfæri. En áfram veldur sóknin og Harpa Lind með skalla í þverslán á yfir. Já hérna, Harpa Lind Guðnadóttir, svo sannarlega ágeng þarna. Og já, við getum alveg átt eftir að fá fleiri mörk í þennan leik. Lóísa Mjöll hérna fyrir Fjölni en kemst ekki, kemst hvorki Löndneströnd og þá Anna Birna með sendinguna fram fyrir Þrótt en ekki nóg nákvæm. Sunna Rutt náði þess ekki. Og Þróttar að missa boltan út af. Elví Rutt með innkastið. Elví Rutt Búadóttir. Og þetta skot vel framhjá frá Tinnu Þorsteinsdóttur. Tinna var mjög spræk fyrstu mínúturnar eftir hún kom inn á og olli talsverðan usla í varnarlínu hjá Þrótti en þær hafa síðan á aðeins að stöðuna. Hér er hún aftur, Tinna. Og þá Ester Rós nær að snúa og að markinu og setja í gír en þetta er flott vörn hjá Bergrós Lilja. Búin að vera mjög öflug þarna í miðverðinum. Stelpur koma boltanum út á kantinn og Ester Rós er honum þar en hörku fín vörn. Þetta var ekki Gabriela Jónsdóttir sem fylgdi boltanum hana aftur fyrir. Já, nú er ekki nema rúmt korter eftir fyrir Fjölni til þess að skora þessi 2 mörk sem það þurfa til að knýja fram framlengingu, þannig að það nú eitthvað að fara að gerast hjá þeim. Staðan í hinu leiknum ennþá 2-1 fyrir KR. Það er þetta svona, þá er það KR og Þróttur sem komast upp í Pepsi-deild kvenna og spila til úrslita deildarmeistaratitilinn á laugardag.
En það er ennþá of snemmt að slá nokkur föstu það. Þó að Þróttarar séum vissilega í mjög góðum málum hér. Það var yfir 1-0 og 3-1 samanlagt í leikjunum tveimur. Og hér er það Margrét Björg. Það er að koma boltanum tilbaka á Unu Margréti. Hún með sendinguna fyrir. Og það var að Harpa Lind, markaskorarinn, sem kemur boltanum tilbaka. Og ágæti spil hjá þeim hér. Anna Birna á Hörpu Lind. Og Harpa, hún fær hornið. Já. Og já, boltinn inn og það ná að skalla þetta. Það var, sýndist mér, Kristrún Rós sem átti að skalla, en boltinn vel fram hjá markinu. Ágætis horn hjá Hörpu Lind. Og Helena Markur rennur hérna í markspyrnunni, en Þróttarar koma, Harpa Lind, og hún fær horn. Það er bara endurtekið efni. Harpa Lind út af hornfána. Og smá bakhrinding þarna, en ekkert dæmt, og Rós hérna, og já, Kristrún Rósi, en náði ekki skoti, og Fjölnistelpur koma þessu síðan frá. Það var það Stella Þóra og fær innkastið, og Ester Rós með sendinguna út fyrir teginn, og Þróttarar koma boltanum frá í bili allavega. Og síðan aftur hér er Eyrún Kristín Eyjólfsdóttir smá ævintýramennsku þarna í öftustu víglínu, en sendingin síðan í átt að marki Þróttar, og Margrét Ingþórsdóttir öryggið uppmálað, kemur boltanum í leik. Margrét með sendinguna í átt að Önnu Birnu Þórðar. Hún virðist vera mjög þreytt núna, þung skrefin hjá henni, og spurning hvort Guðrún Kristjánsdóttir þjálfari ætti ekki jafnvel bara að skipta henni út af. En Þróttarar vinna boltan hér, og það er færast hér með hverju mínútunni skrefi nær sæti í Pepsi-deildinni á næstu leiktíð. Já, ágætis tilraun hjá Hörpu Lind. Búinn að skoraði eina mark leiksins, og er búinn að eiga ágætis tilraunu, og hefði í rauninni átt að skora annað mark þegar hún komst þarna, nánast ein fyrir á móti Helenu markverði, sem varði með tilþrifum. Það var snemma hérna í síðari hálfleik. Já, Þróttarar hvetja hér sína stelpur áfram, mættir í stúkuna hér á Fjölnisvelli.
held ég fari rétt með að Fjölnir hafi aldrei átt lið í efstu deild kvenna og jafnvel það ekki útlit fyrir að þeim takist að tryggja sér það núna og þetta fínn snúningur hjá Sunnu Rut en þetta líka góð vörn hjá Eyrúnu Kristínu vann boltan og þá það Tinna og með sendinguna á Ástu Sigrúnu og hún reynir skot en komið smá örvænting í þetta hjá Fjölni og þá það skipting hjá þeim. Inn á kemur Aníta Björk Bóasdóttir. Aníta Björk Bóasdóttir inn á. Út af kemur leikmaður nummer 18. Það Lovísa Mjöll Guðjónsdóttir sem fer út af. Og inn á fyrir leikmaður nummer 22, Aníta Björk Bóasdóttir. Lovísa búin að vera öflug á miðunni en fær hvíldina. Þróttarar eru sáttir meðan Fjölnisstelpur eru bara með boltan á eigin vallarhelmingi en hér kemur sendingi fram Ester Rós þarna í baráttunni og reynir skot í varnarmann. Já, Gabriela fældist þarna fyrir henni og kom boltanum út af. Það var Fanney Þorbjörg, já, nýkomin inn á hana og þá það Aníta Björk með sendinguna og Þróttarar koma þessu frá. Aníta Björk aftur með sendinguna en hvenær boltanum hér? Það Sunna Rut sem gerir það og í baráttu við Eyrúnu sem hefur að henni boltan og fær síðan aukaspyrnuna. Tikk-takk segir klukkan en styttist í að Þróttarar geti fagnað Pepsi-deildarsæti á meðan Fjölnisstelpum liggur meira og meira á í hverri sókninni. Tinna og þessi sending gengur ekki upp, boltinn aftur fyrir og fer af Kamilu aftur fyrir þannig að það Þróttarar sem eiga markspyrnu. Margrét gefur sér merkilega lítinn tíma til að taka markspyrnuna en hvað endar þetta? Jú, það Fjölnisstelpur sem vinna boltan og Aníta Björk kom honum þarna út á kantinn en þær fá hér aftur innkast og Ester Rós leggur boltan hérna tilbaka og þetta, já, hvað sem þetta var, skot eða sending. Það var það misheppnað allavega og Margrét með enn eina markspyrnu fyrir Þrótt og ja, aftur fannst mér hún ótrúlega fljót að taka hana með svona stöðuna. Skildi ekki aðeins mjólka tíman. Og hérna vinna Þróttarar boltan. Og það Harpa Lind reynir að koma boltanum á Sunnu Rut, gengur ekki. En Sunna síðan og þarna munaði sveimi litlu fyrirliðin Kristrún Rós Rúnarsdóttir í sannkölluðu dauðafæri en frábær varnarleikur hjá Eyrúnu Kristínu Eyjólfsdóttur komst fyrir þetta skot.
Þá hornið. Og hver nær boltanum hérna? Takk. Það varamaðurinn Margrét Björg Ástarsdóttir sem átti hana 2 skot fyrst í varnarmann og síðan beint á Helenu markvörð. En Þróttarar mjög ágengir hér, ágengar. Og já. Sunna Rut Ragnarsdóttir búin að vera mjög erfið fyrir varnarmenn Fjölnis. Fær hér að finna fyrir því og fær aukaspyrnu. Skoraði bæði mörk Þróttar í fyrirleiknum. Í 2-1 sigrinum í Laugardalnum. Og búinn að halda varnarmönnum Fjölnis við efnið í allan leikinn núna. Nú ekki nema 4 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Og já, takk! Margrét Björg smellti þessum bara í slána af 35 metra færi. Stórglæsilegt skot og það var eins og Helena misreiknaði sig aðeins. Boltinn small bara í sláni. Já. Og þá Sunna Rut. Og það Fjölnis stelpur vinna boltan og Ester Rós nær ekki að komast á skrið. Búin að hafa góða gætur á henni og Bergrós Lilja búin að vera eins og klettur í vörninni hjá Þrótti. Og þá Kristín Guðmundsdóttir að vera tilbúin. Þarna munaði nú litlu. Margrét Ingþórsdóttir misreiknaði aðeins hvernig boltinn myndi skoppa og mista næstum því yfir sig. En slapp með skrekkinn og Kristín Guðmundsdóttir Þróttar að gera sig klára að koma inn á. En hér það Margrét Björg nýbúin að þröma boltanum í slána og síðan fyrirliðin Kristrún Rós í baráttunni, ekkert dæmt þarna og Fjölnisstelpur koma fram með boltan Anita Björk en sendingin gengur ekki upp hjá henni, heldur það Bergrós Lilja og hún reynir að þræða boltan þarna í gegn, gengur ekki. Það ekkert gefið eftir hérna, svo mikið víst og það Fjölnir sem á innkastið. Og þá það skiptingin hjá Þrótti. Það markaskorarinn Harpa Lind Guðnadóttir sem kemur út af. Út af kemur leikmaður nummer 27 og Kristín Guðmundsdóttir kemur inn á. Og inn á leikmaður nummer 19 Kristín Guðmundsdóttir. Og það ennþá 2-1 Vestur í bæ eftir sem ég veit best. Og þar með allt útlit fyrir að KR tryggir sér sæti í Pepsi-deildinni á næstu leiktíð. Og þetta aukaspyrna og háskaleikur á Ástu Sigrúnu Friðriksdóttur hárrétt. Og boltinn verður að liggja kyrr þegar aukaspyrnan tekin. Hér kemur aukaspyrna, ekki ætlar hún að skjóta aftur, nei.
Þetta bara inn á teginn og þetta horn sem Þróttarar eiga loka sekúndurnar í venjulegum leiktíma Tifa. Og nú eru 90 mínútur frá því flautað var til leiks og eða það er að segja 45 mínútur frá því flautað var til síðara hálfleiks, réttara sagt, því það var aðeins bætt við fyrir hálfleikinn. Og það var á hornið. Ná að skalla þetta frá í bili. Og Fjölnir-stelpur koma fram, fá tækifæri, Tinna Þorsteinsdóttir og fram á Ester Rós. Og Ester, laglegur snúningur hjá henni, en það bara hjörð af Þrótturum í kringum hana. Koma hana skeiðandi tilbaka og stöða hana. Og það ekki útlit fyrir neitt annað en að Þróttarar vinni hér 1-0 og samanlagt á 3-1 í leikjunum tveimur og tryggir sér sæti í Pepsi-deildinni á næstu leiktíð. Og tæpa 2 mínútur komnar fram með venjulegan leiktíma og það eru hnípnar á svipinn leikmenn Fjölnis. Þróttarar bíða aftur á móti í ofvæni eftir því að flauta verði til leiksloka og það geti fagnað sæti sínu í Pepsi-deildinni á næstu leiktíð. Og það eina skiptingu eftir, þannig síðast að ég henda hér inn á einum leikmanni viðbót á loka sekúndum leiksins. Vilja fá að skipta hér. Guðrún Jóna. Já. Það Kristín kemur út af. Búin að hlaupa mikið þarna fremst. Þróttur gerir breyting á liði sínu. Út af kemur leikmaður nr. 7, Sunna Rut Ragnarsdóttir og inn á leikmaður nr. 25, Þorbjörg Pétursdóttir. Þorbjörg Pétursdóttir kemur inn á fyrir Sunnu Rut og hér kemur sendingin inn á teginn og þær koma, já, þessu frá og þá það spurningum loka sekúndurnar. Ná Fjölnir-stelpur að klóra í bakkann en ekki nú mikið útlit fyrir það. Fá ekki hornið hér, heldur Þróttarar ná að standa þetta af sér og heim liggur á núna Fjölnir-stelpum og stuðningsmenn Þróttar láta í sér heyra hinum megin við völlinn. Já, það ljóst að Þróttarar á leiðinu upp í deild þeirra bestu og vinna boltan hér. Nei, það eru Fjölnir-stelpur sem koma hér samt á skeiðinu og þetta ætlar seint að ganga hjá þeim.
En já, það er sækjað þó hart hér á loka sekúndunum en hafa ekki erindi sem við og þetta skot er langt framhjá og þarna nú fer þessu nú að verða lokið. Það eru konar 5 mínútur fram í venjulegan leiktíma hér og þá hlýtur Guðmundur dómari að fara að flauta til leiksloka. Nei, dæmir hér aukaspyrnu og Fjölnistelpur fá enn eitt tækifærið til að klóra í bakkann. Sex mínútum bætt við og það eru 15 sekúndur eftir af þeim 6 mínútum og hér kemur sendingin og hér flauta Guðmundur leikinn af. Það eru Þróttarar sem fagna sæti í deild þeirra bestu á næstu leiktíð og já, þeim leiðist það að sjálfsögðu ekki. Guðjóna, til hamingju.